Bara ofboðslega sátt við að þið takið þetta og í fréttir. Nýjasta tilvikið hjá mér þegar ég bara hreinlega gafst upp. Þá er ég annar bíl og það er einhver rauður svona Mitsubishi eða eitthvað svona jepplingur fyrir fram mig. Og þetta var síðast þegar var snjór, sjáðu til. Og þetta var eldra fólk, maðurinn í hjólastól, gamla kona með töskurnar á eftir sér. Og ég fer út og ég segi, hvað er málið? Þau eru bara að fara hérna út á ára, þau geta bara labbað. Sagði þið leigubílstjóri? Já. Og þá sagði ég, herðu fyrirgefðu vinur minn, þetta gerum við ekki. Það er sama hvernig veður er, það er sama hvað er. Ef fólk ætlar að taka leigubíl, þá tökum við fólkið og keyrum því. Þú getur bara að fara með það ef þú vilt. Og sé, sko, ef þú ferð ekki með fólkið, þá er ég með síma og ég hringi inn. Og bara svo fólk veit að þú ert skyldugur til að taka ef þú ert alla farþega. Alla farþega. Við getum sko, ég má skjóta inn á, sko, við getum bent fólki á að hótelið er þarna nálægt og það er í göngufæri. Já. Við getum gert það og þá kannski sér fólk að það er ekkert svo langt í burtu. En ef fólk er með skertar hreyfigetu eins og í hjólastólum eða með alveg yfirdrifið af farangri, tvær stútfullar kerrur, þá er erfitt að hossast þarna yfir. Og tala nú ekki í snjó. Og við megum ekki neita túr og það er náttúrulega mjög slæmt þegar fólk kemur með skertar hreyfigetu og er komið sérstaklega til að taka leigubílinn sko, af því að það er erfitt að fara þarna yfir sko. Já. Þannig að þetta er náttúrulega brotasamning og allt sko. Á öllu. En málið er, þegar ég hóta honum að hringja inn og kvart yfir þessu, þá opnar hann skottið, hendir dótinu eða einu eins og hann sé að fara út með rusl. Skellir því aftur, kemur alveg upp að mér og segir, ég skallaði þig og gerir þetta við mig aftur. Já. Hvað er langt síðan þetta var? Þetta hefur verið í endaðan febrúar. Já, þessu ári? Já. Og þá, og þeir eru búin að vera að berja, svona slá til mín og hrækja á eftir mér og guð má vita hvað og ég og önnur sem er að keyra, að þeir eru búin að kalla okkur öllum illu nöfnum. Ég get ekki einu sinni sagt hvað það er einu sinni. Þetta er svo viðbjöður. Er það í þessu tilfelli að því að varst að skipta þér að þeim eða heldur að segja því að þessu kvenmaður eða bara út af afskiptunum? Eða bæði? Þeir hata kvenfólkið. Gjörsamlega. Hefur orðið vitni að einhverju svoleiðis að? Ég held að þeir óttist ykkur. Bara ef við opnum á okkur munnin, eitthvað gagnvart þeim, og við þá, að þá erum við bara hórir og aumingjar og við maður vita hvað ekki. Já, ég er búin að horfa upp á margt. Horfa upp á þá öskra og garga í kringum farþega og slást. Ég meina, fólk á að taka rútuna niður í Keflavík á hótelin. Það er engin rúta héðan niður á hótel. En hvenær byrjaði þetta að breytast ástandið? Sirka mánuði eftir að þið byrjuðu að keyra. Mánuði? Hvenær byrjuðu þeir að keyra? Í apríl í hittifyrra. Og bara gjörbreyttist allt bara á núleitni eða? Eða sérst á svona mánuði? Já. Þeir tóku yfir kaffistofun okkar og hún er dæmd ónýt í dag. Þarna í COVID-inu vorum við að elda mat þarna inni, þrifum alltaf, vorum alltaf með snyrtilegt þarna inni. Það er ekki hægt að þurrka af eldhússkápunum núna. Þeir eru bara upphleyptir af viðbjóði. Já, þetta var einmitt það sem að kom í fréttunum einmitt með að húsið var bara dæmt ónýtt, en hafði enginn farið inn í húsið öll þessi ár til að skoða ástandið á því eða neitt svoleiðis þess að starfsmaður? Þeir ekki starfsfólki held ég, en það var alltaf verið að senda einhvern út til þess að þrífa, en að þrífa hvað? Klósettgólfið það var orðið ónýtt fyrir löngu. Það vantaði bara stykki í gólfið, í gólfefnið. Hvenær sirka tóku þeir yfir kaffstofuna hjá okkur eftir að þeir mættu á svæðið? Það hefði ekki verið svona 2-3 mánuðum eftir að þeir byrjuðu. Þeir bara þykjast eiga hlutina hérna. Sko nú sér maður til dæmis þegar að vera að tala um kommentakerfin og svona, þá er alltaf spurt sko af hverju standa íslensku leigubílstjóringi upp í hárin á þeim. Ertu með eitthvað svona, nú skilur maður að fólk nenni ekki endalaust einhverju svona barningum og eitthvað svoleiðis. En er eitthvað meira
meiri ástæða fyrir því? Ég bara, þetta bara orðið, sko, meiri hlutin hér á svæðinu eru útlendingar. Við erum bara komin í minni hluta og ég alveg með það á hreinu, ef þetta heldur svona áfram, að þá missum við alla Íslendinga út úr þessari vinnu. Bara út úr greininni, nennir þess enginn að? Nei. Ég átti samtal sem að við nokkra leigubílstjóra inni á þann sem að vildu ekki koma undir nafni og svona, og þeir einmitt töluðu bara að það væri undantekning að þeir kæmu hérna. Hann sagði ég asnaðist til að koma hingað, ég er nú löngu hættur því. Já. Og þeir báru einmitt voru með svona svipaða sögu fyrir ástæðinni að þú værir, hann að þetta virðist ekki vera gott ástand yfir höfuð. Þetta sko alls ekki gott ástand. Þetta bara alveg að verða